Jæja, góðir hálsar, hér sjáum við fyrstu viðureign kvöldsins fara af stað hérna milli Þór Þórðarsafnar og Alkohólakost. Mattikkið sem svo að hérna Alkohólakost velja Inferno, Þór velja Nuke og Decider verður Anubis. Og við sjáum hvað situr hérna. Nú var ég ekki búinn að sjá hvort að hnífarondi hafi verið farið af stað eða ekki. Við erum aðeins að sjá hvort að hvort meginn þeir byrja hérna. Jú, mér sýnist hérna að Þór byrja þetta CT megin. Já, hérna, Jolli er búinn að spotta það á einhvern mitt. Við erum hvort að Azeroth finni það hérna á miðjunni eða ég er alltaf ekki þetta. Ég er reynd allt og rætt á þetta hérna. Já, Azeroth sér þarna 2, kom upp miðjuna. Nær einum, nær tveimur. Merkilega vel gert, fellur síðan fyrir Leo hérna. En Æsmódær svara fyrir. Heyri hérna í honum. Blikkar fyrstu skotum en nær hérna Orra Þór. Það er nú eitthvað hérna víxla sýnist mér hérna. Liðskiparinn, skulum við laga telsnöktina. Svona. Afsækið þetta. Já, sjáum hérna fyrsta rándi fellur Þór í vil. Hvað er að gera hérna? Hlaup eitthvað hratt í áttina B3 þarna. Jú, við verðist alltaf að keyra þetta hratt. Tilbúin við verðist að setja molla hérna. Sér hann kom inn á nær einum. Asur hann nær hann á 2. Já, þetta gerist full hratt. Ég náðu ekki að fylgjast nægilega vel með, en já, það er 2-0. Gemli finnur hann Æsmódær. Tappi fellur fyrir Leo sem hann er líka nætt hérna. Þrír á 2. Hér er eitthvað að verka hérna í áttina að A. Svo það heyrir í smók og flassarna. Heyrir í þeim koma, það er allt info sem að þarf. Finnur einn. Ég er ekkert að eyða óþarfa tíma í þetta. Jolli óheppinn og fellur fyrir B-clean.
Ágætis grena þarna hjá Asmodai sem að tekur hérna slatt af honum orra. Æja þess á sig hérna fyrir utan bíð. Ég er allan í einni byssu hana fyrir utan. Rétt stríkur hann vangað þarna og létt tappar í hann. Við getum komið á neitt eins og þetta dágóða tíma eftir, mínúta á klukkunni. Hvort að nætt finna hann hérna í húsi eða hvað gerist. Fær info að það sé kasta smók þaðan. B-Clean nær hann út frá boilunum. Fellur tilbaka. Hvort það sé að fara að keyra á bíð hérna. Jú, mér sýnist vera stefni í það. Já, að svo gerir vel finnur orra þarna. Asmodai finnur gamla, Davíð finnur, Asmodai segir finnur B-Clean. Liða sem á ekkert HP, gera þetta rosalega vel, voru ekkert að overrotate beint yfir á A1, eins og alkohólkost voru kannski að búast við. Já, ég held að þetta sé örugglega fyrsta skipti sem þessi tvö lið mætast hér í deildinni hjá Rísi. Það eru fróðilegt að sjá hvernig viðureignin fer. Heyra í boilernum hérna, heyra í þeim droppa eflust hérna á miðjuna. Ekki þessi allir að rótera hérna yfir á bíð. Þá aðeins að hægja þarna á þeim með tveimur smókum og svo verðist þeirra sem þeir ætla að rótara hratt yfir upp miðjuna. Knight fær eitthvað info þarna. Heyrir í þeim. Nær þarna einum. Fellur fyrir Leo. Eru splittaðir hérna 2 og 2. Asmodai heppinn hérna, ég get ekki hérna kúlu. Virðast eitthvað að vera að færast inn á bíð hérna. Sjáum hvort að Davíð sé tilbúin að taka á móti þeim. Tekur hann að gemla. Og Orra Þór en pabbi nær honum í staðinn. Bomba verðist fara niður. Asmodai ger hann hérna upp í box. Veit ekki að af honum í kirkju. Jú, Jóli finnur hann þar. Jú, gerir þetta vel. Takka rondið fyrir vikið. 4-1 fyrir Þór. Já, hérna þeir ná samt sem aðra að kaupa hérna hjá alkohólkost, þannig það er spurning hvað þeir gera í þessu rondi. Orri er eitthvað stríðan hérna framalega á banana.
Jolli fær eitthvað info hérna frá balkoni. Veit þó ekki hvort þau séu að kommita á eða ekki, en hann fellur tilbaka. Heyrir í honum á miðunni. Óheppili staðsending á mólunum þarna. Svolítið út og lokkar vinsinn hérna í boilernum að hlaupa út. Jóli fær info á honum í að koma sjortið þarna. Að gal opnast. Orri Þór eitthvað að stríða menn þá inn á bíinu. Þeir halda öllu líkindum byssonum. Ég er ekkert alltof bindandi í seðlum í augnablikinu, þannig að þetta er bara sniðugt múf hjá þeim. Þá maður lefa fellur hana, það er svolítið dýrkeypt að missa byssu. En 4-2, þeir eru að koma eitthvað aðeins tilbaka hérna í allt Holocaust. Nei, sér hann þarna á miðunni, en Bíklín og Orri þeir ná hérna sikkur á mannunum. Tína sendingin hana. Já, æsmótaði fellur bombu þarna í boiler. Ég veist hvort hann hafi séð þetta hafi verið bomba eða ekki. Já, maður hann ekki rótirið frá Dabba. Hann byrjast þó allar að lörka hérna í baki að hann og gæti fundið þarna 2. Óheppin einn hafi ekki akkur að draða þessu upp fyrir hann líka. Hér hann í rampnum. Ég þurfum vantarlega greinuna þarna. Nei, hvað óheppin hana. Það finnir eitthvað meira. Heyrðu, hann galopnar þetta, nær hann aðeins mot að nætt líka. Tekur 3. Þetta er klárlega ránd sem hefði þetta falla í vil fyrir Þór Þórðarsson, en einhverjum vegna þá... Ég bara hreinlega skil ekki hvað fór úrskeiðis þarna. Þeir eru 3 á 1. Þeir eru með hann úr báðum áttum og... Ja, hann gerur ótrúlega vel úr næðum hérna og... Ja, þetta er bara heila ótrúlega að vel á þessu. Það er vel gert. Ná þarna næstu í Orra niður. Jolli keyrir hana. Gemli tekur hann. Þeim og aðeins mot að heyrið í hinum bara hana. Já, rætt spar. Ná þarna 2 byssum. En þeir jafna leikinn hérna. Við sjáum hérna Þór loksins kaup aftur. Þetta var dýrkeypt ránd að tapa þarna 3 á 1 áðan. Þeir hljóta að vera að naga sig í handabæki yfir þessu.
Sér hann þarna framalega hjá box. Étur þessa greinu. Frekar óheppilegt. Lassarinn í búlið. Smótaði undir kötu, veit ekki af honum í boilernum að laðast niður. Engja beintin hliðin á þér. Já, heppinn þarna. Heyrir hún í honum í húsi. Það er spurning hvort þið bakki ekki og haldi byssum einfallega eða hvort þið reyna á bíð hérna. Ansvar að finna pappa hann í gegnum smókin. Þeir eru 2 af 5. Það hefði nú haldið að þeir myndu nú einfallega bara bakka hérna og halda byssum. En það er spurning hvort að já, Bíklín reyna að ná ykkur meina. Já, sjáum hérna fyrsta timeoutið hjá Ark Holocaust. Eru eitthvað að ræða sín á milli hvað þeir ætla að gera. Liðin eru nokkuð jöfn á bæði peningalega séð og í utilities eins og við sjáum. Þetta 2-2-1 splitter að virðist virka svolítið vel hérna inn á aði hjá þeim ef þeir ná að finna pikkið þarna á miðjunni eða út frá boilernum. Það er spurning hvað okkar menn í Þór Þólasöfn ætla að gera til þess að raunverulega loka því gati. Allt í logandi eldum hérna inn á banana. Jolli næstu búinn að finna hann hana. Hérna með eitthvað smá læti fyrir utan. Mollin tengir ekki alveg þarna. Ná ekki að flösa dabba út. En daur hérna Asaroth. Já, hérna það er eitthvað að fara að gerast og gerjast hérna á aðinu. Þeir ná Jolla hérna í húsinu. Lassa sig út. Æsmótaði finnur hún ekki alveg. Knight finnur þó Bíklín hérna. Heyri bombu vera að fara niður. Ég er ekkert hérna fyrir smóka miðunni. Já, þeir hörfa tilbaka með byssunar. Óþarf að vera að keyra þetta 2 hérna á 4. Já, enn á ný þá jafna hérna Ark Holocaust leikinn 5-5. Nóg eftir að leikni þó.
Sjáum hérna að Jolli og Knight er ekki alveg að hérna finna þessi opening kills inn á A. Jolli fær infóið hérna út frá balkoni. Ég sér hann hérna og nær pappa fyrir viki. Tekið þess aðtöku og sendt beint til sín. Bundið openings. Hérna. Unna litlu að myndi finna að báða í bústinu. Jolli gerir vel nær honum. Já, kemur í baki, hann býr clean. En næst múið dæ, nei, Jolli segi, tekur hann tilbaka, Orri fellir síðan Knight. Þeir eru 3 og 1. Hann heyrir í honum hérna. Já, gerir vel. Það var það lokarandið í hérna fyrri hálfleik þessara maps. Það er sterkur leikur að hafa með í farteskinu 7 lotur farandi inn í seinni hálfleik. Við sjáum hvað gerist. En það var allt annað að sjá þetta inn á A hérna samspilið hjá Jolla og Knight. Þarna er þarna pappa. Óbyrðan ekki fengið 2 þarna. Er svolítið inni króaðar í augnablikinu. Já, finnur gemla líka. En Orri nær bæði Asaráð og Jolla og bíðið fyrir vikið er eiginlega nokkuð galopið. En þó, Davíð er þar og bíður eftir þeim. Já, Davíð gerir stórvel og nær þarna Orra og býr clean. Þeir voru mögulega hérna með eitthvað falskt öryggi, haldandi að það væri bara 2 sem voru með bíð. En já, frábært hjá okkar mönnum að ná hérna 7 lótum farandi inn í seinni hálfleik. Það að keyra hratt upp shortið. Jolli finnir ekki clean þarna. Þeir vita á honum í húsinu. Þeir eru þó ekki búin að ná honum niður. Knight nær gamla. Asaráð finnur Orra. Vita á honum í húsinu. Já, aðeins mót að gerir vel tekur Leo. Þeir ná þar með fyrsta randi seinna hálfleiks. Eru þarna tilbúinir að mæta þeim og ná þeim 2 þarna. Leo er lágur á HP-n, virðist heyri í honum bakka þarna. Komaðum þarna vel að óvörum. Já, Jolli finnur pappa inn á.
Ég fyrir vikið galopið. Ég heyri þetta í honum. Já, Ice My Die er fyrir til þess að sjá hann. Það er 9-5. Þetta hefði alveg geta farið þarna verri í húsinu. Hefði verið 3 þarna í teppa. Ég sá sér hérna finn eitthvað ég komin inn hérna út frá balkoni það er eins og það er enginn í boiler hún er með teppa þið sjá hann hana ná hann þó ekki þetta dýrst hann étur grenuna líka hann er í pittinum svo það veit á hann menn fellur þó Jólunar gemla þá hefur smá tíma til að vinna með 1 á 2 blöffar hann, tekur pappa óheppinn hann á ekki orða þarna þetta hefði verið alveg frábært klöts gerir þó vel nær þarna aukalega 2 byssum af hérna allt kólakost gerir þetta dýrkeypt sjáum hérna að þeir eru ekkert alltof velstæðir fjárhagslega og eru hérna já, ekki allir menn 4 sjáum hann 1 famas og virðast fara hérna 3 bíð og ætla að keyra hérna hratt sjáum hvað gerist þar Asorað fellur fyrir pappa já, Ice My Die nær hérna 3 en er 1 og á lítið sem ekkert HP hérna það er spurning hvort að hann haldi einfallega bara í byssuna eða hvort hann reyni eitthvað að lörka hérna og koma honum eitthvað að óvörðum hérna veit ekki af Leo þarna í horninu já Leo er fyrir til þess að spotta og nær hann fyrir vikið sjáum hérna að Night virðist hafa dottið út og taka þarna einhverja pásu hérna, reynum að sína bara biðlunda með hann já, hann er mættið tilbaka
Til gammans má nefna að bæði Jolli og Næti eru nýjir hérna í liðskipan Þór Þórðarsonar. Koma hérna brakandi ferskir inn í þetta tímabil. Vonandi með ferskan, nýjan og góðan blæ. Sjáum hvað situr og gerist. Þannig áætla að við séum að fara að horfa á eitthvað hratt ránd. Hefur maður haldið hérna frá Þórsurum. Fær info af einum boiler, bíklín nær þarna Asaroth. Þeir eru bara stráfeldir hérna. Jolli, já, hleypur hérna bara beint í fangið á pappa. Bíklín fellur hérna fyrir Asaroth. Sjá bústið hérna yfir. Heyrir eitthvað í hann væntanlega. Já, gerir vel, finnur hann. Gerir stóru vel og finnur pappa líka hjá hérna Sandbags. Fyrir vikið bíðið orðið galopið. Þetta var bara gull, fallegt búst. Veit af hann og City. Dabbi finnir eitthvað í þessu lörki sínu. Veit ekki að honum liður hérna í bakinu á sér. Þeir eru konum info, það er enginn á City allavega. Gemli finnir Jolla þarna. Og Dabba gerir þetta dýrkeypt. Dýrt að missa þarna 2 byssur. En vel þess virði að reyna að hönda einhver síður vappa niður. En frábært play þarna hjá Banana, hjá þeim Jolla. Gera vel og bústa yfir. Heyra væntanlega tikkið í bíklín hérna á miðunni. Vita ekki af Leo hérna í boilerum sem að kemur að þeim óvörðum í bak. En hann brennir heldur betur að þeim. Þór nær Jolla og Ice Mod Eye. Dabbi finnur Gemla inn á. Veit af Leo hana. Hann er nokkuð umkringdur. Já, lítið sem hann gat gert í þessari stöðu.
En ótrúlegt hann hafi ekki bara náð að læna þeim öllum þremur upp hann undir kvötunni. Hann hérna, það verðist eins og hafa hann bara panikað þarna undir og já, heppinn að hafa náð þeim tveimur þarna þó. En já, staðan 10-9 fyrir Þór Þorlákshöfn. Sjáum hérna að Þórsarar fara inn í þessa lotu með engan pening og engin kaup. Spurning hvort þeir ná að gera þetta eitthvað dýrt fyrir þá hérna þessu sparirándi. Ice mod Ike gerir vel, finnur Leo. Knight gerir vel, finnur Gemla. Fyrir vikið ætti A eða opnast. Þeir heyra í honum á longinu. Spurning hvort að Azorað finna hann ekki. Gerir vel. Já, stór vel. Finnur hann þarna. Orri finnur Ice mod Ike, Jolli finnur pappa. Vita af Orra sem að hellur. Og Þór gera þetta stórvel í sparirándi og snúa blaðinu heldur betur við og setja hérna allt Holocaust á hérna hælana sem að verða að fara í lein í þetta ránd með eitthvað en þeir eru með takmarkað sem geta keypt hérna. Við sjáum hérna þeir fara 3B, það er spurning hvort þeir sem að fara að sjá eitthvað hratt play hérna niður banana. Hann hengir ekki alveg en hann fæ smá info hérna. Já. Jolli verður að finna Orra. Nei, pappa segi. Þá er bíðið opið. Jæja. Leo býður inn á. En Ice mod Ike tekur hann. Þá er það bara pappi á móti Jolla hérna á banana. Mókinn er að tilsveita. Pappi fyrr til þess að sjá Jolla. Finnur hann að AK og það spurnir hvort hann haldi honum ekki. Jú, Lára HP. Það spurnir hvort að þeir finna hann hérna. Halda hann sé hérna einhver staðar á longinu en þeir eru á algjörum villigötum. Hann heldur bara kyrrt fyrir hérna. En staðan 12-9 fyrir Þór Þorlákshöfn og það er komið match point. Spurning hvort að við sjáum hérna Þórsarar taka fyrsta mappið í best of 3 eða hvort við sjáum eitthvað viðsnúning hérna hjá allt Holocaust. Þetta lítur ekkert allt of vel út fjárhagslega séð fyrir þá. Þeir eru meðal annars bara með eitt kit hérna á Gemla. En annað eins og við gerst. Veit ekki að bíklín hérna undir kötu. Móka þá vel út. Finna þannig Azorað. Veit ekki af Jolla. Spurning. Við gera áhlaupið inn á B eða hvað þeir ætla sér. Gera læti. Hvort að Jolli finnur ekki bak. Jú, hann gerir það, finnur bíklín.
Vita af einum í kirkju allavega. Finnur hann, vita ekki af hinnum. Gerir þó vel. Blikkar hann gamla. Þetta virðist vera nokkuð veginn komið heim í hús en skulum ekki alhæfa það. Sá mann hérna taka 3 á móti einum aðan. En bomba fyrir niður. Æsmótaði fellur hana. Bara eða tíma. Hann finnur svona nætt. Mjöl ekkert að selja sig of ódýrt. En gerir þetta stórvel og fyrir vikið taka Þórsarar fyrsta mappið og við förum hérna í smá hlé á milli leikja.
Já, þetta gekk hratt fyrir sig, skipta milli mappa, ekkert hnífaránd eins og var á síðasta tímabili. Sjáum hérna Þór byrja hermegin. Já, þeir keyra hratt hérna frá rampnum. Við erum búin að finna þarna 3, Æsmóta finnur 1, en fellur sjálfur. Hann er eins umkringdur hægt að vera hann Jolli. Já, lítið sem ekkert hægt að gera í þessari stöðu. Þetta kom þeim alveg að óvörðum. Þeir virðast verið í einhverjum hefndarhug hérna. Þeir hjá Ark Holocaust. Ætla ekki að gefa Tommu eftir í upphafi leiks. Jolli þarna stýttar eftir með 18 HP. Sjá ekki hvort hann hafi getið þarna þær grensur eða hvað gerðist nákvæmlega. Þeir eru búin að spotta það hérna hjá Rauða. Æsmótaði fellur. Darbi líka. Leo finnur 3. Fjóra. Það er spurning hvort að við séum að sjá Ace. Nei. Knight gemmir það fyrir honum. En Leo gerði þetta virkilega vel og fann þarna 4. Við sjáum hérna að Þór er þá loksins konum með fjármuni til að kaupa. Búast væntanlega við einhverjum skáti eða einhverju í íþrótta. Jú, heyra í honum. Jolli finnur orra þarna fyrir utan. Veit ekki af honum hana í gráa. En hann finnur Jolla, hann Leo. Þetta var sloppið með skrekkinn þannig. Það fær allan infóið. Já, veit vantarlega hann við gulan núna. Asóður gerir vel, finnur Gemla. Æsmóta finnur pappa. Við skilum það bíklín einan eftir inn á. Það spurnum hvort að hann finnir sér og gerir eitthvað úr þessu. Já, finnur Æsmóta í þarna. Það var einn og óvarinn að planta. En Knight svarar fyrir. Nær einni byssu af Þórsurum. Þannig að hann fekk eitthvað fyrir hinn snúð. Gerir þetta dýrt. Já, Jolli finnur orra sem var að leiðin niður síkretið.
óheppir að ekki tekið hana. Jolli með skemmtilegt lörk hérna. Líta sig of. Tekur gemla hennar nafnum. Þeir fá allt info sem þeir þurfa. Hoppa niður. Eftir situr pabbi uppi inn á A. 1 á 4. Spurning hvort að Azor að finna hann þarna. Nei, pabbi fyrr til. Nær einni byssu, gerir þetta smá dýrt. Knight veit ekki af honum hjá rauða. En hann veit það núna. Æsmóta líka. En hann lár. Pabbi gerir þetta listilega vel og nær þarna óþarlega mörgum byssum af þórsurum. Heyrir í Jóla. Sem að Þór nær honum. Jæja. Þó segi ekki Þór. Það þó einhver búbót. En hann gerir listilega vel og nær þarna 3 byssum af okkur, engu síður. Gerir þetta helviti dýrt fyrir okkar menn og við leyfið þeim ekki að byggja upp efnahaginn. Byrjast alltaf að keyra hratt hérna. Já. Vinna að dabba. Há ekki meir út úr þessu. Virtist vera að okkar menn hafi lesið efnahaginn vel og vita að þeir væru að fara þarna inn í hratt spar. Voru í það minnsta nokkuð vel undirbúnir fyrir þetta áhlaup. Já, Jolli finnur hérna gamla rampurinn fyrir vikið orðin galopinn. Svo verður hérna eftir og ætlar að finna hérna 1 eða 2 kill aukalega út af þetta. Já, finnur hérna B-clean. Ekkert að eldast við þetta. Það frekar að halda í þessa byssu sem þeir hafa. Það svo finnir hérna orra. Það eftir vita að sér allavega en orri nær honum. Þór búinn að klórast tilbaka inn í leikinn eftir að hafa lent undir 2-0. Sér ekkert í Keflavíkinni þannig að sér hann þarna hjá gráa. Það er búinn að ná tróða sig niður.
Knight finnur hann ekki í íþróttaðan, veit af hann þó. Þeir eru öskandi niður. Vítarinn er ekkert hvað tekur á móti þeim hérna. Þeim fyrir þó örugglega að gruna eitthvað hérna viðsmunum alkohólakost sem að hvorki sjá fótnið fytur að þeim. Jújú, bomban fer niður. Já, Æsmóndæ gerir vel hana. Já, Dabbi finnur gamla. Orri einn inn á óþægilegum stöðum, finnur þó Æsmóndæ. Já, Knight gerir vel nær honum. Nei, bomban springur og það missa hérna báða byssunar. Þetta var dýrkeypt, þetta voru einhverjar millisekundur hérna. Já, sjáum hérna alkohólkost á að grabba saman í kaup. Dabbi finnur hérna Orra. Jolli gerir vel, finnur gamla hérna. Þá eru þeir þrír hérna inn á A. En Azora finnur hann einn hérna í bak. Finnur hvort hann finnir hinn í gula líka. Já, hann finnur hann. Og Jolli lokar randanum með að finna pappa bakinu. Það er núna 6-2 fyrir Þór. Sjáum hérna að öllum líkindum þar er í eitthvað low buy hérna alkohólakost eða já, er hérna Orri óöfn finnir ekki fleiri hana. Dabbi og Knight taka hann tilbaka. Knight veit ekki af honum. Bíkling gerir vel, kemur hann alveg óvörðum og nær Æsmóndæ fyrir vikið líka. Gal opnar þetta fyrir þá. Dabbi finnur 2. Erfið stað til þess að vera í. Gerir þó vel og gerir þetta dýrkeypt fyrir þá. En þetta var virkilega vel gert þarna hjá Bíklín að koma hérna Knight og Æsmóndæ virkilega á. Þessu örugglega gefið þeim bara létt hjartafall hana, allavega Knight. En hann gerði þetta vel og maður nú segja að hann hafi nánast unnið randið fyrir þá.
Við færum info þarna, þessi einn á rampnum þarna. Já, hérna, skemmtilegt play. Það er vappanum. Þeir vita þá að rampurinn er galopinn. Nei, Orri er þarna inn á. Þess að taka mótið. Það er Knight sem er að planta og Ice mót æ. Lappi, bara fyrir. Jóli finnur pappa í ventinu. Já, ferðu, hvernig er hann nú lífi eftir þessa greinu? Hann bara át hana bókstaflega. Já. Lappi þurfti ekki mikið að gera en að bara blása létt í vanga hans til þess að hann ána niður. En Orri gerði þetta vel þarna inn á bombsite og bíður eftir að hann sé byrjar að planta og finnur þarna hvað 2-3 kills. Ná pappa hana, komnir inn á A, Gemli finnur Asaroth. Ó. Held að bombaði að fara niður en já, þeir gera vel hérna hjá Holocaust. Já, síðasta round fyrra hálfleiks. Finnum hvort við séum að fara að horfa á sömu tölur og í fyrra hálfleiki Inferno áðan þar sem að Holocaust náðu 5 og Þór Þólasöfn 7. Leo opnar þetta, nær Knight. Ó, Gemli tekur aðeins mútið hérna, flassaður. Lappi nær 2, fellur það fyrir bíklín. Leo nær Jóla hana fyrir utan. Það þýðir að Asaroth er 1 á 3. Gerir vel, finnur bíklín inn á. Já, við erum að horfa á sömu niðurstöðu fyrir hálfleik þessara maps líkt og við sáum hérna í Inferno hér áðan. Sjáum hérna allt Holocaust nýta sér fyrsta timeoutið í þessu mappi. Spyrum hvort það sé eitthvað stórt í vendingum eða hvort það sé bara einfallega kæla með niður. Já, þarna einn
Það er að vinna sig áttina niður á Sigrid. Næst maður dag. Það er þarna bíklinn í gegnum smókin. Hér 2 og 2. Lítum að heyra þá bombinu fara niður eftir augnablik. Jújú, komið með infóið. Þeir heyra þá einum droppa niður venti. Vita ekki að... Davíð gerir vel, finnur hann það. Það er hann að klötsa þetta. Það eru upplýsingar eitthvað kit hana. Hann stikkar þetta eflaust, eða hvað? Já, heyrðu hann nær að stikka þetta. Frábærlega vel gert hjá Dabba. Dáltaugur í mannunum. Gerir þetta listilega vel. Það hefði ekki millisekunduna upp á vanta. Þá hefði hérna Randi farið öðruvísi. Kappa þarna aðsorðað úti. Giftast á byssum hérna. Jolli heppinn að hafa labbað frá þessu. Við erum að stefna inn. Davíð opinn ná ekki fleirum þarna. Nætt opinn ná ekki pappa þarna. Hvort við sjáum ekki Aðsorð bara einfallega að halda byssu. Þeir eru þó hérna 3 hættulega lágir á alkoholakost. Hvort hann finn ekki 1 eða 2. Ná að geta smá dýr. Nei! Óheppinn þarna. Tappar byssunni fyrir vikið líka. Já, alkoholakost er að klóra sér inn í leikinn. Staðan 8-6. Nóg eftir. Þeir keyra hérna hratt upp Radiohead. Tappið þarna með lítið sem ekkert HP eftir. Gemli finnur Dabba þarna. En Knight svara fyrir. Leo hefnir fyrir hann. 3-2, Aðsorð gerir vel, finnur pappa þarna. Aðeins búið að fyrir bíklinn.
Við dánum núna íþrótta og æsmótaði nær honum. 9-6. Já, þeir eru heppnir á lífið hérna. 3, 4 og 5. Gemli finnur Asaroth. Fjórar og fjóra. Lappi, Herjón, Lappa. Herjón upp á Lappi gerur vel, finnur gamla þarna með Knight með sér hann niðri sem að finna upp í klínu. Norri svara fyrir. Tekur bombu. Rafnum. Það sem að Asmadæ finnur hann og lokar þessu rándi. Staðan 10-6, við sjáum hérna að Alkohólkost neyðast til þess að taka hérna eitt spararánd. Ekki með of mikinn pening til þess að vinna með. Þeir út gula hérna, það sem að Daði finnur 3. Ná þó 2 byssum hérna af okkur. Gerir þetta smá dýrt. Tækist okkar mönnum að vinna þetta ránd, þá eru þeir í kjörstöðu farandi inn í loka rándið. Það keyra hratt hérna inn í Rage og að finna hérna 2, gerir vel á Asmadæ. Já, já. Orri er hérna 1 fyrir utan. Lítið sem ekki þá P. Knight gerir vel, finnur og tekur hann niður og við erum að horfa á match point í mappi 2 fyrir Þór Þorlákshöfn. Það er óvægt að segja að þetta líti ekkert allt og vel út fyrir Alkohólkost í augnablikinu. Þeir hérna brjóta baukinn, hrista hverja krónu sem þeir finna. Það er spurning hvort að það gefið þeim einhverja líflínu. Knight gerir vel, finnur hann 1, Orri svara fyrir. Óhöppruðu smókana hjá gamla. Haugarnar eitthvað að segja til sín. Hægja hans á sig hérna.
Já, aðeins múið dagið fyrir til þess að finna orra hérna. Já, hérna. Það við horfum að gula út frá spækinu. Óheppinn að líta akkurat á ískur á sama tíma. Ná bombinu niður. Við erum með einhverja líflínu. 3 og 2. Jolli gerir vel, finnur Gemla og Heismodæ tekur bíklín og þar með klára Þór Þorláksöfn þetta mapp og taka þá bæði kortin og vinna þessa viðureign. Ég þakka því bara fyrir samfylgdina hér í kvöld og við sjáumst að viku.